þetta var annað heilbrigðisþing sem var haldið í fyrsta skipti í fyrra og þá heilbrigðisstefnu en núna gildi, siðferðileg gildi og forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu. Við höfum ekki snert á þessu á vegum í raun og veru stjórnvalda síðan fyrir síðustu aldamót og í ljósi þess að það eru miklar framfarir bæði í lyfjum og í heilbrigðistækni og í alls konar nýjum uppgötvunum, erfðavísindum og svo framvegis, þá fannst mér rétt að setja þessa umræðu á dagskrá, siðferði, gildi, forgangsröðun og svo framvegis, en líka auðvitað í ljósi þess að við erum alltaf alveg sama á hvaða tími það er með takmarkaða fjármuni í heilbrigðisþjónustu og þurfum og sitjum öll uppi með það, hvort sem er ráðherrann á hverjum tíma eða einstaklingur sem er í rúmstokkinn að taka ákvarðanir forgangsröðun frá degi til dags. Þannig að við erum svona svolítið að leita í raun og veru að þessum grunni sem að hjálpar okkur að stilla fókusinu, svo má orðið komast, þegar það kemur að því að taka flóknar ákvarðanir. Í erindi mínu ræddi ég svona praktískt hvernig hægt er að nota þarfir sjúklinga og þarfir í heilbrigðisþjónustu til að forgangsraða og það flókna verkefni að forgangsraða á milli mismunandi þarfa og það í fyrsta lagi það þarf að vera faglegt mat því ef eitthvað er ekki faglega réttlætanlegt þá er það þar með ekki til frekar umræðu. Síðan þarf að vera kostnaðarrammi og peningar fyrir hendi. En það sem vantar stundum er þessi siðfræðilegi vinkil. Hvernig ætlum við að gera upp á milli meðferða þegar annað er jafnt? Við höfum lyfjanemnd sem verið að efla og það er gott. En við þurfum líka að hafa einhver ráð, einhverja nefnd sem hægt er að vísa flóknum og erfiðum álitamálum til. Nefnd sem er að velta fyrir sér þessum forgangsröðunar þáttum og þing eins og heilbrigðisþing í dag þar sem að heill dagur er tekin í það að velta upp mismunandi hliðum forgangsröðunar og taka sérstaklega þessa siðferðilegu nálgun. Þetta er ómetanlegt og þótt að við getum ekki listað upp í smáatriðum niðurstöðunar þá er þessi umræða ákaflega mikilvæg fyrir öll samfélög og það var orðið tímabært á að nætti sér stað hér. Þannig að það sem ég sé fyrir mér að eftir þennan dag í dag, það verður þingsályktunartillaga samþykkt, en síðan verður bæði efni þessa dags og þingsályktunartillagan síðan fóður fyrir einhvers konar ráð til þess að þróa áfram umræðu og vera einhver aðili sem hægt er að skjóta til málum og erfiðum álitamálum sem varða forgangsröðun í heilbrigðisþjónustu. Það sem við hefum kannski svolítið verið að fókusera allan á Landspítala, það er virði þjónustunarinnar fyrir sjúklingin. Það er sem sagt árangur deilt með kostnaði. Þá voru heilsuhagfræðingar 2 sem að töluðu svolítið þessi mál og svolítið þetta, hvernig á maður eiginlega að meta það, hvernig maður fær mest virði í heilbrigðisþjónustu út úr fjármunum. Og það er svona, maður er þá að tala svolítið öðrum nótum heldur en við erum vön. Ég held að það sé bara alveg gríðarlega gagnlegt, sérstaklega þegar maður tala stórar ákvarðanir sem snúast það að forgangsraða þessum hópi frekar en einhverjum öðrum að taka ákvarðanir dýrlyf og svo framvegis. Þá þurfum við svona gleru og verkfæri hagfræðinnar. Síðan höfum við náttúrulega verið að horfa mjög mikið á sóun, hvort við getum dregið úr sóun til þess að Landspítala. En við þurfum líka að stíga annað skref tilbaka og skoða hvernig við forgangsröðum fé til heilbrigðisþjónustunnar innan fjármála ríkisins. Því þar tel ég að við getum gert betur. Það sem var mikið rætt í dag var í raun og veru mikilvægi þess að rétt þjónusta væri veitt á réttum stað. Við höfum náttúrulega talað þetta lengi. Við þurfum að efla til dæmis heimaþjónustuna miklu meira heldur en við höfum gert og til þess að sjúklingar geti verið heima hjá sér lengur. Forvarnir í raun og veru geta orðið til þess að koma hreinlega í veg fyrir það að það verði komið til mikilla inngripa síðar á ævinni. Og hér var talað hjartasjúkdóma og svo framvegis. Ef við náum utanum bara ofþyngd eða offitu barna, ef við náum utanum það svo mælanlegt sé, að þá erum við beinlínis með áþreifanlegum hætti að koma í veg fyrir það að við þurfum að fara í mjög þung inngrip seinna í lífinu. En kannski fyrst og fremst erum við að komast hjá því þá líka að greiða mjög háar upphæðir fyrir dýraraðgerðir. Við þurfum að beita annarri nálgun við að koma þessum gríðarlega mikilvægu skilaboðum heilbrigðan lífstíl til okkar skjólstæðinga. Og þar kemur inn í þessar pælingar okkur að nýta þessa snjalltækjaveiðingu landsins með því að reyna að þróa app sem getur komið inn á það að minna fólk á hvernig það á að hreyfa sig, hvernig það á að haga mataræði og svo framvegis.
heilsa í víðum skilningi náttúrulega viðfangsefni frá vöggu til grafar fyrir okkur öll og heilbrigðiskerfið eins og við erum vön að hugsa það kannski bara lítið hluti af þessu en í dag vorum við að tala þetta í þessu stóra samhengi.